Það eru þríhyrningar sem eru einslaga ABC, AED og EBF og við erum að finna x og y. Má ráða aðferðinni, það er fleiri en ein aðferð en auðvitað megum við ekki mæla. Aðferðin mín hún er þannig að ég spyr mig fyrst hvað veit ég og ég byrja á því að teikna alla þríhyrningana upp og merkja inn það sem ég veit. Þarna eru þeir komnir og ég merki hornin inn og nú ætla ég að færa inn lengdirnar sem ég þekki. Ef ég skoða AC þá veit ég að þessi hluti er x og næsti hluti er 5 og samtals er hliðin x plus 5. Þessi hlið hérna er 14, þessi hlið hér er 10. AB hún er 22,41. Já, ég var búin að segja hérna er 5, það þýðir að y er líka, eða semst þríhyrningurinn sem að inniheldur y, sú hlið er líka 5, y aftur á móti er þessi langhlið, það er það sem við verðum að biðja um. Veit ég eitthvað meira? Já, ég sé að við erum með 90 gráður horn. Þetta er mikilvægt því það hjálpar okkur að vita að við getum notað til dæmis Pýþagórsregluna eða hornaföll ef þið kunnið það. Þannig að við getum notað reglur einslaga þríhyrninga, við getum notað reglur Pýþagóras og við getum notað hornaföll. En ég gef mér nú svolítið góðan tíma í að teikna því nú horfi ég á þetta og ég sé í miðju þríhyrningnum þá veit ég bara að það er bara ein gul hlið. Þannig að ef ég skoða hana aðeins betur og þá hef ég gleymt að merkja hérna inn að þessi hlið heitir x. Það erum alltaf að vita allavega tvennt til þess að geta leyst dæmið. Allt í lagi. Ef ég myndi nú horfa bara á fyrsta þríhyrningin og það eru 3 gular hliðar að þá gæti ég sett upp Pýþagóras. Þannig að ég ætla bara að setja þá formúlu upp og leggja hana svo aðeins til hliðar og ef þið skilja hana og kunni að klára þá klárið þið sjálf en annars bara horfa á myndbandið, það verður pínu langt, það er allt í lagi. Önnur skammhliðin er x plus 5, hin skammhliðin er 14 og langhliðin er 22,41. Þannig að svona myndi Pýþagórasarreglan líta út og þarna er bara 1 bókstafur í jöfnunni. Við myndum margfalda upp úr fyrri sviðunum og fá annars stigs jöfnu og hana þarf að leysa. Þannig að þau sem vilja gera það, þau nota Pýþagóras. Ég ætla hins vegar að byrja á því að finna hérna út að hérna til dæmis veit ég 5 og ég á að finna y, hérna á ég að finna x, ég veit 10, þannig ég get ekki borið þessa 2 saman þegar þetta lítur ekki eins út, þetta er ekki sambærilega hliðar. Hérna veit ég x plus 5 og ég veit 14 og ég veit 22,41, hér er eitthvað sem ég þekki ekki, hér er eitthvað sem ég þekki ekki. Þannig að það væri til dæmis ekki góð hugmynd að bera saman þessa 2 af því þarna eru 2 mismunandi bókstafir. Hins vegar gæti ég skoða þetta hérna tvennt og það sem ég myndi þá vilja bera saman er þessar hérna hliðar, skammhliðarnar. Og ég ætla að setja upp jöfnu. X plus 5 á móti 14 í stærsta þríhyrningnum er sambarilegt við x á móti 10 í þessum minnsta. Hér er komið jöfnu, bara 1 bókstafur og þá get ég leyst hana. Ef að leysa hana kannski snöggvast bara með Desmos, það er skemmtilegt. Ég er búin að teikna hérna x plus 5 og x á móti 10. Þannig ég finn bara, snerti bara línunar og þá sé ég skurðpunktinn. Þegar x er 12,5 að þá skerast línurnar.
Þannig að ég veit núna að x er 12,5 og það passar líka við svörin í bókinni. Og nú ætla ég að sýna ykkur hvernig við reiknum þetta. Ég vil að öll x-in séu sömu megin og allar tölurnar hinum megin. Þannig að það sem ég geri er að ég margfalda báðar hliðar með 14. Byrjum á því. Þá hverfur 14 hérna megin, eftir stendur x plus 5. Og hérna stendur x deilt með 10 sinnum 14. Skiptir ekki máli hvort 14 kemur hérna aftan við, framan við eða upp á strik. Þá vil ég fá x-ið yfir á hina hliðina, þannig ég deili í báðar hliðar með x. Þetta er x-ið út og þá lítur þetta svona út. Ég hefði getað búið til svona jöfnu bara til að byrja með, það er líka alveg allt í lagi. Þá hefði ég bara verið að bera saman sem sagt þessi hlið á móti þessari jafnt og þessi á móti þessari. Það má líka. En þegar við fáum svona jöfnu þá þurfum við að byrja á því að splitta brotinu upp í tvö brot. Þú veist, það er x plus 5 og það er bæði hvort tveggja deilt með x-inu. Þannig ég get sagt að þetta er í rauninni x deilt með x og síðan 5 deilt með x. Svona myndi ég gera þetta. Sama og 14 deilt með 10 eða 1,4. X deilt með x er 1. Og nú get ég 1,4 átti þetta að vera. Nú get ég haldið áfram. X-in eiga að vera vinstra megin, þannig ég segi mínus 1. Mínus 1. 0,4. Ok. Nú er x komið undir strik og þá margfalda ég báðar hliðar með x-i. Ég vil að x sé uppi. Þá fæ ég 5 er jafnt og 0,4x og svo deili ég báðar hliðar með 0,4. Og þá fæ ég að x er 12,5 og það er akkurat það sem það átti að verða því að Desmos sagði okkur það. Þá veit ég að þessi hlið er 12,5 og þessi hlið hérna er 17,5. Ef x er 12,5 og svo leggjum við 5 við, þá er þessi hlið 17,5. Og það er það sem við, já, ok. Þá höfum við bara eftir að finna epsilon. Og nú ætla ég að nota minnsta þríhyrninginn og stærsta, af því að hér veit ég 5 og að finna epsilon og hérna er ég með 17,5 og eitthvað tvennt sem ég veit. Þannig að ég get sagt að epsilon á móti 5 er sambarlegt við 22,41 deilt með 17,5. Margfalda báðar hliðar með 5, þetta kunniði nú. Og síðan nota ég reiknivél. Ég fæ 6,4028, þannig að ég ætla að námynda það bara í 6,4. Það sem er nýtt hérna og mikilvægt að kunna, hvað gerum við þegar við lendum með svona jöfnu? Þá tökum við vinstri hliðina, skiptum henni upp í 2 brot, því að þá getum við í rauninni sagt að þá fáum við að x deilt með x verður 1 og það er tala og þá erum við aftur komið með bara eitthvað sem er hægt að einfalda með því að margfalda í kross. Þannig að reynið að læra þessa aðferð, hún gæti komið fyrir í fleiri dæmum eða læra að beita Desmos með því að teikna upp aðra hlið jöfnunnar og svo hina hliðina
Smella á línurnar og sjá hvar þær skerast og það er semst x-hnitið sem við vorum að leita að, 12,5. Ég veit ég sagði áðan að ég ætlaði kannski að útskýra líka Pýþagóras en ég held að þetta sé bara orðið gott. Þetta er 10 mínútna langt, þetta er líka pínu flókið af því að það eru svona aukastafir en fyrir þau ykkar sem að kunnið þá ætlum ég bara að margfalda upp á sviganum og skilja það þannig eftir. Þetta lítur svona út, síðan vil ég fá 0 hægra megin, svona, A er 1, B er 10 og C er mínus 281,2081. Þá ættum við að fá út að x-ið er 12,5, hitt svarið væri þá væntanlega mínustala, x getur ekki verið mínus og þá er það bara fölsk lausn og því takið plústöluna. Þetta er svona kannski, jú, þetta er pínu maus en þegar þið er búin að gera einu sinni tvisvar þá verður þetta ekkert mál.